Sæl aftur, þetta fjórða myndbandið í þessari seríu hlaðvörp. Ég heiti Anna Marsibil Klausen og dagskrárgerðarmaður á Rás 1. Og í þessu myndbandi ætla ég að tala strúktúr. Það ólíkar gerðir og uppbyggingar hlaðvarpa. Þetta skemmtilegasti hlutinn af mínu starfi, af mínu mati, og ég mun bara rétt ná að gára yfirborðið á þessu efni í þessu myndbandi. En ég hvet ykkur eindregið til að líta á þetta spjall sem stökkpall fyrir að gera tilraunir. Ekkert bannað, allt má. Við byrjum á að skipta hlaðvörpum upp í 2 meginhópa: skáldskap og heimildamiðlun. Heimildamiðlun ekkert sérstaklega góð þýðing á enska heitinu non-fiction, en sá flokkur gengur svo sem út á miðlun staðreynda. Ég setti efni eins og beinar lýsingar á íþróttaleikjum ekki þarna inn, en það mætti vissulega vera með undir heimildamiðlun að sjálfsögðu. Tekið skal fram að það eru til aðrar leiðir til þess að skipta hlaðvörpum í flokka og það gilda engar ákveðnar reglur það Þetta flæðirit mest bara svona til útskýringar og glöggvunar. Byrjum á að skoða flokkinn skáldverk. Þar undir hef ég sett 2 flokka sem eiga það sameiginlegt að byggja í sinni hreinustu mynd á skálduðum textum eða jafnvel spuna. Að útvarpsleikhúsi koma yfirleitt fleiri en ein rödd, þó eflaust séu til dæmi útvarpseinleiki. En þegar kemur að hljóðbókum, skáldsögum og ljóðum yfirleitt bara einn lesari. Í útvarpsleikhúsi eru eiginlega alltaf hljóðskreytingar og tónlist. Þytur í laufum, tölvuleikja hljóð, hurð sem skellist, þið vitið. Þetta er leikhús, en það sjaldnar raunin í lestri hljóðbóka. Í raun fer það síðarnefnda eftir því hvort efnið skilgreint sem hljóðbók eða hlaðvarp. Hljóðbækur eru ólíklegri til að innihalda hljóðskreytingar en skáldskapardrifin hlaðvörp að minni reynslu. Mörg útvarpsleikrit og hljóðbækur falla síðan í blandaða flokkinn, þar sem þau byggja á eða nota heimildir. Tökum nokkur dæmi þessa ólíku flokka. Útvarpsleikrit Jóns Gnarr, Ferðalög, dæmi skáldskap og sömuleiðis sálfræðitrillerinn Homecoming. Útvarpsleikritið Sól byggir hins vegar á raunverulegum atburðum að einhverju leyti og fellur því í blandaða flokkinn. Hljóðbókin Born a Crime sjálfsævisaga bandaríska leikarans Trevor Noah og fellur því í blandaða flokkinn. Og hlaðvarpið Modern Love, þar sem leikarar lesa sannar ástarsögur úr New York Times, gerir það líka. Í hvaða flokk draugasögur hlaðvarpið Lore fellur fer síðan eftir því hvort við metum þjóðsögur sem heimildir eða skáldskap, en hljóðbækurnar Harry Potter eða konuna við 1000 gráður, þær setjum við einfaldlega í skáldskaparflokkin. Breiðum okkur þá í hinn flokkin, heimildamiðlun og undirflokka hans. Útskýringar, umræður, viðtöl og narratív eða frásagnardrifna þætti. Frásagnardrifnu þættirnir eru þættir sem segja okkur sögur, innihalda söguþráð með viðeigandi hæðum og lægðum, hafa upphaf, miðju og endi. Fréttir og skýringar. Fréttahlutinn segir sig svo sem sjálfur að einhverju leyti, en skýringar þurfa ekki alltaf að vera fréttaskýringar svo það sé tekið fram. Í slíkum þáttum tekið fyrir 1 efni, kannski 2 efni og þau eru einfaldlega útskýrð. Þessi flokkur gæti þannig líka heitið umfjallanir eða skemmtilegasta útgáfan kannski skemmtimentun, sem mín þýðing á orðinu infotainment. Frábær þýðing að mínu mati. Viðtalsþættir hafa eðli málsins samkvæmt aðeins 1 eða fleiri viðmælendur og umræðuþættir hafa oftast 2 eða fleiri viðmælendur. Viðtöl eru almennt þrengra efni en umræður. Spurningar eru nákvæmari í viðtölum en í umræðum. Í viðtölum hefur þáttastjórnandi meiri stjórn á samræðunum, spyr allra spurningana, en í umræðum það vald svona lauslegara, þar sem aðrir þáttakendur geta varpað fram spurningum. Alveg eins og þessir flokkar geta blandast við skáldskaparflokkana, geta þær blandast innbyrðis. Þá getur einn hlaðvarpsþáttur líka innihaldið mörg innslög
með mismunandi uppbyggingu. Skoðum nokkur dæmi vinsæl íslensk hlaðvörp. Í ljósi sögunar eru frásagnardrifnir þættir þar sem sagðir eru sögur úr mannkynssögunni. Dr. Fútbol eru umræðuþættir knattspyrnu, Sölvi Tryggva podcast longform viðtalsþáttur, Kviknar eru frásagnardrifnir viðtalsþættir þar sem saga eða sögur af barneignum viðmælandans eru krufnar til mergjar. Heimskviður eru fréttaskýringaþættir sem innihalda yfirleitt 3 innslög, kannski 4, málefni líðandi stundar á erlendri grundu. Innslögin eru ýmist viðtöl, skýringar eða frásagnir. Fílalag eru þættir tónlist þar sem tekið fyrir 1 lag í hverjum þætti og saga þess eða listfengi útskýrt í gegnum samræður þáttastjórnandana. Og svo þarf alltaf að vera grín. Eru umræðuþættir í léttari kantinum þar sem 3 vinir taka fyrir ólík umræðuefni í hverjum þætti. Það mjög gaman að róta í íslenskum hlaðvörpum og þau eru alltaf að verða betri. Fyrir mitt leyti ég samt hrifnust af þeim hlaðvörpum sem framleidd eru á RÚV. Ég vissulega ansi hlutdræg en þó mér þykir gaman að sletta og gerist alveg sek þágufallssýki og þar fram eftir götunum. Það á ég stundum erfitt með að hlusta á það tungutak sem viðgengst í mörgum íslenskum hlaðvörpum. Ég hef líka mest gaman af mikið pródúseraðu efni og það erfitt að gefa sér tíma í að búa til mikið pródúseraðu efni ef maður ekki á launum við það. Og því miður ekki mikill peningur í hlaðvarpsbransanum hér á landi enn sem komið Annað sem RÚV hefur sem mjög fáir að gera hér heima eru takmarkaðar seríur. Þáttaræðir sem eru bara fáeinir þættir, ekki daglegir eða vikulegir. Þessar styttri seríur eru mjög oft skýringaþættir, það umfjallanir eitthvað ákveðið efni sem byggja að stórum hluta á viðtölum. Sem dæmi má nefna markmannshanskana hans Albert Camus íþróttir og heimspeki, loftslagsterapíuna loftslagskvíða, blindfull á sólríkum degi það að alast upp með alkóhólista, ástandsbörn börn hermanna í seinni heimsstyrjöldinni og svo auðvitað minningagreinar sem úr minni smiðju. Nú eða nýjustu seríuna mína ástarsögur sem reyndar að öðlast framhaldslíf. Þetta mesta shameless plug sem ég hef gert hérna. En styttri seríur eru líka tækifæri til þess að gera einstökum atburðum skil, eins og gert til dæmis í þáttunum Hyldýpi, þar sem sagan af óveðrinu í Ísafjarðardjúpi árið 1968 rakin. Ég mæli heilshugar með því að þið kynnið ykkur erlend hlaðvörp líka. Hlaðvörp heita podcast á flestum öðrum tungumálum en íslensku og því ætti að vera mjög auðvelt að googla sér til gagns og finna skemmtileg hlaðvörp frá öllum heimshornum. Ég hlusta þannig mjög mikið á bandarísk hlaðvörp og svo fréttahlaðvarp Danmarks Radio, Genstat, í gríðarlegu uppáhaldi hjá mér. Af hverju gott að þekkja þessa flokka? Jú, til þess að átta sig á því að hlaðvörp ekki bara eitthvað eitt. Þetta ekki bara staður fyrir viðtalsþætti og umræðuþætti sem ekkert eru klipptir til áður en þeim hlaðið upp. Hlaðvörp geta verið svo mikið meira en það og öll viðtöl verða betri af því að vera snyrtt til. Allt efni áhugaverðara með því að setja sögu í kringum það. Mörgum finnst gott að hlusta á spjallhlaðvörp því þá líður þeim eins og þau séu í umræðum með vinum. En ef markmiðið að fræða, það bara staðreynd að heilinn heldur betur þeim upplýsingum sem settar eru fram með sögu. Og saga ekki bara saga, því til að segja sögu má leika sér með enn meiri strúktúr. Það má flakka fram og tilbaka í tíma, byrja á endinum og vinna sig tilbaka. Setja sögunu upp í einhvers konar ferðasögu til að búa til spennu þar sem unnið ákveðnu markmiði til að komast á einhvern ákveðin stað eða finna eitthvað sem hefur verið týnt, að yfirstíga hindranir til að ná að klára eitthvað í tæka tíð. Það má segja sögu inn í annarri sögu sem gerist öll inn í einu rými, það sem heitir bottle episode á svona kvikmyndamáli. Saga sem sögð frá sjónarhorni ólíkra aðila, það heitir Rashomon eftir japanskri kvikmynd. Niðurtalning, það kallað TikTok, þar sem að sagan gerist
öll innan ákveðins tímaramma og það eitthvað eitt sem að svona telur niður fyrir áhorfandan allavega. Það engin röng leið til að gera hlaðvarp. Svo verið vissum að þið séu að njóta ykkar í því að skapa og gera tilraunir, prófa ykkur áfram. Fremur en að festast í hugmyndum það hvernig hlutinir eiga að vera eða í einhvers konar stöðnuðum pælingum. Þegar þið hlustið á hlaðvarp sjálf, skuluð hlusta á hvernig þáttastjórnendur og oft teymið á bakvið á ef þeir eru að hlusta á erlend hlaðvörp sérstaklega, ná fram ákveðnum hughrifum. Það skuluð hugsa út í hvernig þeir klipptu ákveðna kafla saman, skrifuðu ákveðnar senur þannig að þær runnu ljúflega inn í skilningarvitin. Besta leiðin til að verða betri í að vinna með hljóð einfaldlega að hlusta á hvernig aðrir gera það.